Komið þið sæl, ég heiti Sigrún Helga og í þessu myndbandi ætlum við að fjalla ályktanir fyrir flokkabreytur í tölfræði frá grunni og við ætlum að fjalla ályktanir hlutföll tveggja þýða. Við erum búin að sjá hvernig við getum dregið ályktanir hlutfall eins þýðis, en núna ætlum við að sjá hvernig við getum borið saman hlutföll í tveimur þýðum. Þegar við erum með tvö þýði, þá erum við að vera að meta tvö hlutföll og við höfum það fyrir venju að kalla þessi tvö hlutföll P1 og P2 bara fyrir þýði 1 og 2. Þá eru hlutföllin í tilsvarandi úrtökum kölluð P1 hattur og P2 hattur. Núlltilgátan okkar er alltaf svo sama og hún er að hlutlausa ástandi sé það að þýðishlutfallið sé það sama í þýðunum tveimur. Það er að segja að þýðishlutfallið í þýði 1 sé það sama og þýðishlutfallið í þýði 2. Öryggisspilin sem við reiknum við hins vegar fyrir mismun úrtakshlutfallanna. Það er að segja munin á hlutfallinu í úrtaki 1 og úrtaki 2. Þegar við erum að bera saman hlutföll í tveimur þýðum er ekki hægt að framkvæma próf sem að byggja beint á tvíkostadreifingunni, heldur verðum við að nota normalnálgun, alveg eins og við sáum fyrir hlutfall í einu þýði. Og það er líka skilyrði fyrir normalnálguninni, það er mjög líkt skilyrðinu fyrir normalnálgun í einu þýði, nema bara núna þarf skilyrðið að gilda í hvoru úrtaki fyrir sig. Það er að segja að ef að N1 táknar stærðina í úrtaki 1 og P1 hattur úrtakshlutfall í úrtaki 1, þá þurfum við að gæta þess að N1 P sinnum P1 og N1 sinnum 1 minus P1 og sama fyrir úrtak 2. Það er að vera allar þessar fjórar stærðir þurfa að vera stærri en 15, hver og ein þeirra þarf að vera stærri 15, ekki summa þeirra. Hver og ein einasta þarf að vera stærri 15, þessi markveldi. Öryggisspilin reiknum við þennan hátt. Hérna hægra megin höfum við mat á staðalfráviki sem er einfaldlega reikna með úrtakshlutfalli og úrtaksstærð fyrir úrtak 1, úrtakshlutfalli og úrtaksstærð fyrir hlutfall fyrir þýði 2. Reiknum þessa stærð hér. Og mörgföldum, þetta verður mat á eins konar staðalfráviki, við margföldum þessa stærð við tölu sem við flettum upp fyrir töflu stöðlugu normaldreifingarinnar eins og við sáum í 5. kafla. Við erum búin að reikna þessa stærð hérna undir rótinni og margfalda við töluna sem við flettum upp í töflu, þá annaðhvort drögum við hana frá eða bætum við mismun úrtakshlutfallanna. Svona reiknum við öryggisspil fyrir mismun tveggja hlutfalla. Ef við viljum hins vegar framkvæma tilgátupróf, þá lítur það svona út að núlltilgátan okkar er sú að þýðishlutfallið sé það sama í báðum þýðum, í þýðunum tveimur. Við getum reiknað prófstærð sem er svolítið flókin. Þar sem við þurfum fyrst að reikna eins konar mat á sameiginlegu hlutfalli og stinga því inn í þessa formúlu hér þar sem að x1 er fjöldi jákvæðra útkoma í úrtaki 1 og x2 er fjöldi jákvæðra útkoma í úrtaki 2, þannig að x1 deilt með n1 er raun og veru mat á úrtakshlutfalli fyrir þýði 1 og hér er úrtakshlutfalli fyrir þýði 2. Finnum þennan mismun, deilum þessari stærð hér og þá eigum við að fá út stærð sem að fylgir stöðluðu normaldreifingunni. Þannig að við berum þessa stærð saman við gildin í töflu fyrir stöðluðu normaldreifinguna, alveg eins og við gerðum fyrir ályktanir hlutfall í einu þýði. Og hérna sjáum við dæmi, hvernig við notum þetta, að Kristinn er að kanna hlutfall örfættra í úrvalsdeildum fótbolta á Íslandi. Og hann vill athuga hvort að hlutfall örfættra sé ólíkt hjá körlum og konum.
Hvernig myndum við segja núlltilgátuna hans í orðum? Jú, núlltilgátan hans að hlutfall örfættra karlmanna sé það sama og hlutfall örfættra kvenmanna í úrvalsdeildum fótbolta á Íslandi. Auðvitað þarf ekki að orða þetta nákvæmlega svona, en þetta þarf að vera inntakið. Kristinn framkvæmir rannsókn til að kanna þetta og í rannsókninni reyndust 11% karlmannanna og 9% kvenmannanna vera örfætt. Kristinn reiknaði líka 95% öryggisspil miðað við rannsóknina sína fyrir mismun hlutfallana og það öryggisspil reyndist ná frá 0,01 upp í 0,03. Hvaða ályktun getur Kristinn þá dregið miðað við villidalíkurnar að alfa sé 0,05 eða alfa sé 5%? Jú, munið þessa samsvöru milli öryggisspila og tilgátuprófa og núna hlutlausa tilvikið þegar þýðishlutföllin eru þau sömu. Það hlutlausa tilvik jafngilt því að mismunurinn á hlutföllum tveimur sé 0. Ef eitthvað eins, þá það sama að segja munurinn á því sé enginn. Þetta þá eitthvað hlutlaust gildi 0, og það gildi 0 ekki á bilinu frá 0,01 upp í 0,03. Og þar sem að hlutlausa gildið ekki á bilinu, þá getur Kristinn áætlað að hlutfall örfættra karlmanna sé hærra heldur en hlutfall örfættra kvenmanna. Það orðið ósennilegt að munurinn á hlutföllunum tveimur sé 0. Þess vegna getur hann áætlað að hlutfall örfættra karlmanna sé hærra en hlutfall örfættra kvenmanna. Þetta var allt sem ég ætlaði að segja hlutföll tveggja þýða og næst munum við fjalla ályktanir hlutföll fleiri þýða.